Við ætlum að skoða dæmi í kafla 14.6 sem hljómar svona. Við ætlum að finna rúmmálið þess hlutar sem inn í kúlunni x + y + z = 12, sem sagt kúla með radíus rótin af 12 og miðji 0,0,0. Og þetta rúmmál líka inn í skálinni z = x + y. Sem er búin að teikna risaðin upp kúluna mína og skálina. Hluturinn sem við ætlum að reyna að finna rúmmálið er sem sagt svona skál með einhvern veginn svona kúlulega lok. Þetta var einhvern veginn að vera grófskissa svona. Þetta er auðvitað ekkert mjög skýrt, þannig að við skiptum yfir MATLAB. Og við teiknum hérna, þetta er kúli yfirborðið mitt hérna, þetta er svarbláa og þetta fagur lita er skálin. Þannig ég er að finna rúmmálið inn í þessari skál og inn í þessari kúlu. Sem sjáum þetta er svona skál með svona kúpt lok. Ég ætla að pröfa að teikna þetta aftur bara með þann hluta af skállokinu sem er þarna yfir. Ég reikna aðeins til að finna út á hvaða bili φ ætti að vera fyrir það. Til að skoða kóðan hana. Setja pásu eða vilji. Og teki eftir kannski hérna ég er að teikna kúluna í kúlhlutum. Það er þægilegast. Sjáðu núna, þetta er rúmmálið sem ég ætla að finna. Það er inn í þessari skál og undir hérna kúla loki. Ok, alltaf gott að sjá fyrir sér hvað maður ætlar að reikna. Þá skulum við byrja að reikna. Skulum segja, já, fyrsta sem mann dettur í hug líklega er að hér myndi maður vilja nota kúluhnit vegna þess að við erum hana með eina kúlu. Og það kemur ljós að það er ekkert góð hugmynd, það er ekki góð leið til að lýsa svæðinu. Maður getur sagt, jú, í kúlunitum væri þetta frá 0 upp í 2π, en til dæmis radíusin væri mismundi eftir hvað það væri. Ef ég væri, segjum við væri hér, þá væri radíusin rótin af 12, og ef ég væri hér, þá væri radíusin frá 0 upp í rótin af 12, en ef leiði ég komið að stærra horn, þá er radíusin minni. Og hér er betra að skipta yfir í sívalningssnitt, þannig að ætlum að pröfa að gera þetta. Í sívalningssnittum þá er x jafnt á r cos þeta og y er r sin þeta. R er fjarlægðin frá 0,0 í x-y-planinu og þeta er hornið sem myndast í positífun x-ás í x-y-planinu og zeta er einfaldlega zeta. Og svo vitum við í þessum hnittum, þá vitum við til dæmis að x + y verður r j. Það þekkjum við bara pólhnitunum, í x-y plani erum við bara með pólhnitin og svo bætum við bara við þriði vitinu á þessa sóplanetti hvernig við hugsaum hana. Skulum skoða hvernig kúlan og skálin er í sívalningssnittum. Hún er r + z er eftir 12. Sjáðu, x + y verður r og z er bara eins og hún er og 12. Og aftur á myndi skálin er zeta er eftir r j. Nú vitum við að það er rúmmál sem það eiga sameiginlegt, það liggur innan fyrir ofan x-y-plani. Þannig að ég get einangra setu hérna í efri efni og fengi að zeta er eftir rótin af 12 minus r j. Og þá get ég sagt, á zeta-ásnum vil ég fara úr skálinu minni upp í hérna kúlubarðið. Þannig að í sívalningssnittum þá er zeta mín er á bilinu r upp í rótin af 12 minus r. Þá erum við komið mörk fyrir setu sem eru sannlega föll af r. En þá þurfum við að ákveða á hvaða bil er r og á hvaða bil er þeta. Og þá þarf ég að finna út yfir hvaða svæði ætla að helda yfir í x-y-planinu. Það þarf ég að finna út yfir hver er þessi eina hringur það sem er skerast. Svo pröfa að sjá matlabindin aftur. Til að finna hvaða hringur þetta er hérna. Það sem að yfirborðin 2 skerast til að vita hvaða svæði ætla að helda yfir. Og við pröfum að finna út úr þessu. Við segjum hvar skerast kúlan og skálin. Það gerist þar sem að við getum tekið hérna þessar tvær jöfnur þegar eru uppfylltar á sama tíma. Þannig að ef ég set inn fyrir r-jöður set ég setu hérna, þá fæ ég zeta plus zeta í öðru er eftir 12. Ég tók sem sagt setuna eftir r í öðru
henni neðri jöfnunni og setti inn í efri jöfnuna. Þetta sem sagt jafna þess svæði það sem skerast. Við pröfum að finna út úr, við erum sem sagt með annars til marglið setja öðru pluss zeta mínus 12 er eftir 0 og við getum þátt að þetta auðvelda í zeta pluss 4 og zeta mínus 3. Og við sjáum þá fáum við annarkvort zeta jaft og mínus 4 eða zeta jaft og 3 og við sjáum zeta getur ekki verið mínus 4, við erum fyrir ofan x-plani þannig að zeta jaft og 3. Ok, þannig að ef ég er með zeta jaft og 3 þá til að þessi jafna sig uppfyllt hérna þá er r að sjálfsögðu rótin af 3 og sjáum hvernig svæði þetta hérna er. Þetta er það sem skerast hringur, við vitum það. Og við erum búin að reikna út hérna að hann er í hæðinni þar sem zeta er 3. Það er akkurat hérna, þetta er akkurat zeta eftir 3 og þar gefur okkur hringinn sem er með radius rótin af 3. Þannig að þetta hér er svæði sem ég ætla að heldi yfir í x-planinu. Og þá fæ ég zeta er hérna, mörkin á zetu hér og þetta gefur mér að r er á bilinu 0 upp í rótin af 3 og þeta er á bilinu 0 upp í 2π. Þannig að núna þegar ég helda, þá segi ég heldið yfir rúmmálið mitt af einum dvaf. Þegar við helda bara það sem ég er búin að afmarka, ef r-ið hérna er rúmmálið sem ég er að finna, þá finn ég, þegar ég helda bara 1, þá fæ ég bara akkurat rúmmál þess svæðis sem ég heldi yfir. Og það get ég heldað með að segja frá 0 upp í 2π, frá 0 upp í rótin af 3 og frá r í öðru upp í rótin af 12 mínus r í öðru. Og svo dvaf í sívalningssnitum, þá þarf maður að muna það að dvaf í sívalningssnitum er r, dr, dθ, dz í einhverju röð. Og við viljum hafa þetta réttur með hvað sem hér, r þarf að vera þarna og svo segjum við dz, þannig að þetta var mörkin á zetu, hér eru mörkin á r og ist eru mörkin á þetu. Nú, ef við pröfum að reikna út úr fyrsta heildinu hérna, þá erum við að heilda með til zetu, þannig að við fáum bara þetta eina smá side note, fáum, eða við skulum fara eitthvað bara til, heildu frá 0 upp í 2π, af heildinu frá 0 upp í rótin af 3 af rótin af 12 mínus r í öðru mínus r í öðru r dr dθ. Ég held að það er ekkert zeta hérna, en ég fæ bara akkurat lengt bilsins hérna. Og ef við skoðum þetta tvöfaldaheildi, þá getum við sagt að þetta er tvöfald heildi í pólhnitum. Hér er ég að heilda það sem gaf mér jöfnuna fyrir fyrir kúluna mínus jöfnuna fyrir skálina. Þannig ég er að segja, ef við hugsaum þetta í tvöfaldu heildi bara, ég er að segja, já, ég er að heilda yfir þetta svæði hérna, hringin hérna, yfir þennan hérna hring í x-planinu, er ég að heilda kúluna mína og þá fæ ég allt rúmmálið sem er undir hérna kúlunni. Og skulum sjá hvort við getum einfalda aðeins myndin okkar. Svona. Ég er að heilda, þegar ég heilda kúluna yfir þennan hring þarna, sem er það sem þið skerast, þá er ég að heilda yfir þennan hring, þá fæ ég allt rúmmálega sem er undir kúlunni. Það er svona eitthvað sívaling með svona kúla form. Svo ég er að heilda kúluna yfir hringin minn mínus skálina yfir hringin. Og hvað rúmmál er það sem ég fæ þegar ég heildar skálina? Nú það er hérna undir skálinni en yfir þessum hring, en það er svona sívalingum með svona kúftlokk. Og þá er eftir akkurat það sem er samælþinni. Ég tók allt hérna með þessu hérna, mínus gulasvæði, þá er akkurat eftir það sem er inn í báðum hlutunum. Þannig að við hefðum líka frá byrjun geta sett þetta upp sem bara tvöfaldheildi. Því hér erum við komið með akkurat, það myndi líta akkurat svona út. Og svo reiknum við út úr þessu.
hér er ekki þeta, þannig við fáum bara heildið frá 0 upp í 2π til þeta sinnum heildið af r-mörkunum. Þannig að fyrra heildin verður bara 2π. Og seinna fyrir við að finna stafallið og setja inn mörkin og við endum með að þetta verður svo mikið sem þetta verður svo mikið sem 16 sem rótin af 3 sem π mínus 45 aðrir π. Hér myndi maður sína eitt skref á milli, en ég læt að vera akkurat hér. Og þetta, niðurstaðan hérna, er einhvers rúmmálseiningar.